Góðan daginn og velkomin í þátt númer 113 hér á YouTube-brásinni minni. Ég heiti Helga og ég handavinnu Óð. Og í dag mánudagurinn 14. júní 2021 og ég var alveg að guggna á því að taka þetta upp en bara slöpp en ákvað samt að hendi þátt af því að framundan eru læti af því að það er verið að taka húsi í gegn og utan og ég hugsaði að fyrst ég er vöknuð og með klár og svona þá bara skutla í hann og þið bara afsakið útlitið. En í dag er það sem sagt klár, verki vinnslu, hvað á döfinni, hvað er pókan og svo svona almennt blaður. Það er svo laga ykkur. Og fyrsta klárið er Vertices Unite sem ég var að gera sýnishorn fyrir Steven úr Queen Fiber Skinny Singles, ótrúlega mjúkt og juicy og þetta var svona tempraðir litir í þessu, ólíkt honum en líkt mér. Sjá mynd. Og það er náttúrulega bara, þetta er eitt af þessum örfáu verkefnum sem ég get gert aftur og aftur og aftur. Og þetta var stærri típan sem ég gerði. Og einhvers staðar er ég nú með niðurstöður úr gaddmagni og þess aftar. En ég notaði 3,5 mm prjóna. Og já, ég var að nota bara þú veist það sem er áætlað þannig laga. Þetta er 5 litir. Ég náttúrulega er búin að skila því að mér þannig að ég get ekkert sýnt ykkur. En ég var með Malachite sem var A og B er Seagrass, C var Damask og D Lemonade og E Oakberry sem var eina marglita garnið. Þessi A var blár og B var grænn, C brúnn og D bleikt eða þannig þýddi ég það. Þannig að maður notar samt mest af lit B. Notaði 68 g A, 87 af B, 58 af C, 34 af D og 68 af E. Þannig þetta er nú alveg sko ef maður á eina hespu og tvær vel hálfar og eina rétt rúmlega hálfa og eina tæplega hálfa, þá er maður alveg með auðvitað í þetta fallega sjal. Og já, þannig að ég náttúrulega skila þessu alltaf af mér leið og ég get. Ég er ekkert og það lá á að koma því í sendingu, þannig. Ég lá á að koma því frá mér svo það kæmist í sendingu. Síðan kláraði ég loksins Modular Inlay Wrap handa mér eftir Steven. Og það gerði ég líka allt úr svona singles garni, einspinnu. Og bara lék mér með það. Leiði þessum, að því átti mest að þessum fallega græna, þá leiði ég honum að vera í svona aðal hlutverki þess að brjóta þetta aðeins upp. Sé pínu eftir að hafa ekki verið með græna rönd hér á eftir. Bæði hérna var ég bara með skipta á milli svona marglits en hey ho. Það er aldrei gott að geta vafið sig í þetta núna í slininu. Hvað er þetta? Ég er ekki beint í þægilegustu flíkunum til þess að vefja mig inn í þetta. En þetta er bara ógeðslega mjúkt og juicy og bara mjög skemmtilegt prjón. Og eins og ég sjáðu það er sko hægt að nota alveg niður í agnar smáa afganga. Það verður líka bara geggjað í einhverjum útvöldum litum. Eða þá bara sem svona brjálað afganga teppi. Og ég strekkti það ekkert, ég
lagði það bara í bleyti vel og lengi, semst gleymdi því og tók það svo bara upp og kreisti mesta vatnið úr því og setti það í handklæði og rúlaði upp og gekk á því og svo bara lagði ég það yfir þvottasnúruna. Lagði bara vera þannig í sólarhring og þá var bara svona raki eftir því og þá tók ég það á þennan veginn og lagði bara yfir sófabak. Þannig að það ekki, þú veist, það gæti orðið mikið stærra, en já, þetta bara fínt. Þetta alveg auðdreið og ég rosa glöð að vera búin með það. Það frekar ólíkt mér að vera svona lengi með sjal, en svona gerist bara. Sérstaklega það eitthvað svona prjóna leiði í manni og þá finnst mér að það var eitthvað að tala þetta inn á handófum prjónurum. Mér finnst það rosalega gott einmitt að gera eitthvað sem ég þarf bara að vera að gera eins og fyrir Stephen. Ég veit að það eru skemmtilega litir, eitthvað svona litasamsetning sem að jú, ég myndi alveg gera í dag en sem hefði ekki hvarflað að mér að setja saman þegar ég var að byrja að vinna fyrir hann og þannig að þá þetta svona, þetta heldur mér við efnið þó en á meðan ef ég ætti að vera í þessum prjónaleiða að pína mig til þess að finna eitthvað, þú veist, fara í gömulverkefni eða reyna að fitja upp eitthvað nýju eitthvað svona, það, ég veit ekkert, ég held að það gangi ekki eins vel. Þetta í fyrsta skipti sem ég detti í svona ástand, en ég að komast út úr því af því að ég búin að sjá peysu sem að dóttir mín benti mér á til þess að gera fyrir elsta barnabarnið. Þannig að ég get ekki sýnt ykkur hana því hún á símanum sem ég að taka upp í. En hún úr prjóna og grófa prjóna og verður fljótgerð og ég nefnilega sérst í verkinu í vinnslu þar ég síðan ég talaði við ykkur síðast og kláraði hérna modular inlay wrap. Þá ég bara búin að vera að vinna í því. Það var svona óvænt verkefni sem að ég tók fyrir Stephen sem ég þarf að vera búin að koma að mér helst á föstudaginn eða í síðasta lagi á mánudaginn og ég næði því alveg. En á móti kemur og þá hef ég ekkert verið að rífa eitthvað upp töskurnar allar hérna í hillunni fyrir aftan mig. Ég reyndar tók hérna að því maður vantar að gera húu á mig fyrir sumarið úr túkuvúl, þetta sem ég gerði peysun eftir Jennifer Stenga, svo stóra kragan eftir Knitting Expert. Ég kom reyndar í Camarós í hvíta þegar ég bara kláraði hvítu túkubullina og ég byrjuði á strófi á húunni og síðan munsturlitirnir og ég fitjaði eingöngu upp á þessu til þess að hafa með mér í gosgönguna sem ég fór í á laugardaginn til þess að prjóna við eldgosið þegar það var svona út af knitting out in public day eða eitthvað svoleiðis en ég var bara svo stjörf við gosinu að ég glemdi þessu bara í bakpokanum og prjónaði ekkert við gosstöðarnar. Þetta frí uppskrift á Ravelry og ég ætla bara að leika með litina í því. Þetta svona aðalega þarna eru gefnir upp sko 1, 2 það einn aðallitur náttúrulega og svo alveg 7 aukalitir en ég bara breyti því og mér minnir að hann heiti eitthvað, já hann heiti Norway hat eða Colors of Norway hat og þetta frítt þannig að ég ekki að ljóstra upp neinu leyndamáli. Og síðan fórum við, fórum á góðstöðarnar á laugardaginn og á leiðinni þangað þá var ég að vinna í þessu sem á sýningur sem ég að pröfuprjóna fyrir Stephen og var þá búin að aðeins að byrja á strófinu bara til þess að hafa eitthvað til þess að sýna ef ég hefði nú munið eftir að láta taka myndir með þetta. Svo fórum við suður í fermingarveislu í gær og þá hélt ég bara áfram í strófinu því ég var bara
Ekki, þú veist, ég tók ekki þetta verkefni sem að ég er að gera með mér söður, þannig að þá klára ég stroffið og get þá fara að halda áfram með þess að byrja á afsaki húni sjálfri og hérna þegar ég var búið með þetta fyrir Stífan þá veð ég í það að það styttist vonandi í fyrstu útileguna og svo feiti ég upp á þessar peysu fyrir Hrafntinu og svo þarf ég bráðum að fara að feiti upp á sjali sem að ég ætla að gefa í afmælisgjöf í haust og síðan það bara allir þessar afgangar þarna upp í hillu sem ég verða að nú ég alveg komið mikla þörf fyrir að fara að tæma þessa póka og mér langar svo óbáslega einmitt að ég veit alveg ég ekki að fara að klára teppin en þú veist það þarna nokkur peysur sem að mér virkilega langar til þess að klára og fara að nota. Ekki það að ég hef alveg nóg af handprjónuðum peysum en alltaf gaman að hafa sér nýja. Þannig að ég get ekkert sýnt ykkur meira af því sem ég búin að vera að vinna í síðan síðast af því það einfaldlega bara þessi húfa sem ég get sýnt ykkur og kláruð sjöl en þannig að það voru þá allavega 2 kláruð sjöl sem er bara ekki svo slæmt og svo hvað datt í pokann? Jú, það var náttúrulega ansi skemmtilegt að segja frá því að þegar ég fór að skila að mér sokkaprjónavélinni svo í Hafnarfjörð þá varð ég náttúrulega að koma við í gatbúðettu. Ég sagði ykkur frá því síðast, ég kom með eitthvað út þá og hún glóbrar út og sér að það og ég segi hvað allt komið í frí hjá þér? Og hún segi já, en það nú alveg mögulega að koma tilrauna eldhús og ég bara ok og ég segi alveg já þú veist að ég náttúrulega kaupi það, ég er búin að kaupa hverja einustu og og svo man ég ekki hvort að hún segi það á netinu eitthvað, hún sé búin að para þetta með 2 öðrum hespum og ég sendi á hana skilaboð þegar ég sé myndina og ég segi herðu, ég náttúrulega verð bara að fá þessar 2 líka. Þetta er tilrauna eldhús frá Today I Feel. Það gult og það bleikt í og svona. Ready for the Summer svo litur nummer 2. Ég sé ekki hvað stendur hérna á þessum bleika en svo setti ég mynda á þessu Instagram og Today hafði, nei, man ekki hvort það voru þær eða systarbönd sem sögðu mig bara já, þetta geti ekki verið helgulegra. Þannig að enda ég minna þú veist, ég segi alltaf allt sem voða helgulegt sem að þetta í pokan, eðlilega. En náttúrulega það sem ekki endilega helgulegt svona surprise stuff, en þú veist eins og tilrauna eldhús sem maður ekki búin að sjá það og svoleiðis sem maður lætur samt vaða. En þetta bara virkilega helgulegt. Og ég er bara ógeðslega ánægð með þetta. Þetta fer þetta með rétt ætti þetta að fara í hilluna með öllum spinnunum en þessi fer allavega í tilrauna eldhús hilluna. Ég kalla þetta ellilífurinn minn. Ef að ég verð ekkert búin að prjóna úr þessu eftir rúm 17 ára þá kannski þú veist verður uppboð fyrir ellilífeyri. En öllum líkindum verð ég nú farin að vinna úr þessu þá. Við skulum vona það. Síðan Hex búin að vera með svona klúb líka. Þar sem að hún að vinna út frá karakterum í þáttum og svoleiðis. Og núna síðast var það Anna í Grænhlíð og mér fannst það alveg ógeðslega skemmtilegi þættir og ákvað að stökkva á það. Hversu himnest, hún bara eitthvað annað,
Ég hugsa, það er svo fallegt. Þetta er bara eiginlega sko punt upp á vegg. Og með þessu kom hérna svona barmmerki eða töskumerki sem maður getur sett að verkefni á töskuna sína og lítið prjónamerki með hattinum hennar. Ferlega sætt. Ógeðslega ánægð með þetta. Ég bara, já. Það er bara komin pínu fyrringur í stelpuna að fara að æsast í allir verið komin í vitleysu bara í næsta þætti. Þannig að búin að fitja upp á alls konar nýju og svona. Já, kemur ljós. Og hérna, þannig að þetta var það sem að detti pókan. Allt sem átti bara alls ekkert að detti í hann, en svona er þetta. Þær freistingarnar eru annars vegar í þessu og hérna, já, why not? Nú, það er náttúrulega ennþá slatt af eitthvað töskum og sokkasnákum inn á Facebook síðan verkefni töskur Helgu /sokkasnákar Helgu. Endilega kíkja á það ef ykkur vantar tækifæri skjöf eða eitthvað svona skemmtilegt eða bara eitthvað handa ykkur. Ég náttúrulega feilaði algjörlega á að fara á prjónahátíð Íslands helgina. Er ekkert geðugt fúl út í mig eða neitt eða þannig. Planið var að fara í útilegu helgina en veðrið. Það var ekki alveg að gera sig og svo mundi ég kortur í helgi að það væri fermingarveisla í Reykjavík í gær og svona þannig. Og ég var bara orðin, þetta var svona fjölskylduveisla, ég var bara komið þörf til þess að hitta fólkið mitt, flest af þessu fólki ég hef ekki hitt síðan að mamma lést. Þannig að það var rosalega gott að hitta þau, systkin hennar og frændsyskin mín og svoleiðis, þannig að það var bara einslegt. Á laugardagsmorguninn þá dreifum við Helgi okkur í ferð númer 2 á Góðstöðvarnar sem var geggjað og bara, það er rúmur mánuður sem við fórum síðast og þvílíka breytingar og þó maður komast ekki eins nálægt góðsum og síðast, þá er þetta samt bara svo magnað og stórfenglegt og við ætlum að fara aftur eftir mánuð. Svo er spurning hvað við sjáum þá, en svona ljósið þess að það rann yfir hérna göngustíginn sem við vorum að labba á laugardaginn. Maður fyrir sennilega leiðina sem við fórum, þegar við fórum í fyrsta skipti þá fórum við B-megin en þetta var bara, það var æðislegt veður og ekki eins mikið fólk og síðast, en samt alveg 70% af fólkinu sem voru þar voru túristar, erlendi ferðamenn. Og það var einmitt einn Íslendingur sem sagði þarna, frábært svona ekta túristagoss. Já, það er alveg ekta túristagoss, en þetta er líka alveg ekta fyrir okkur Íslendinga að arka hérna og upplifa þetta í svona miklu náví og þetta er rosalega þanniglega flókið gos. Það er svo mikið af breytingum alltaf að gerast og alls konar að koma upp úr móður jörð. Þetta er alveg, og við náttúrulega hirtum steina þarna eins og síðast og horfðum á glóðina, undir storknu hrauninu og klóruðum okkur enn og aftur í hausnum á því að fólk skuli láta sér detta í huga, stíga upp á þetta, gera sér ekki grein fyrir því hvað það er mikill hiti í þessu og hvað það er mikil glóð þarna undir. En þið vitið, við megum alveg hegða okkur eins og bjánar, það er bara þannig. Og svo var maður náttúrulega bara vel uppgefin þegar við komum heim og það sem að gerðist með mig var það að ég náttúrulega er með þennan taugasjúkdóm og hluti af mínum vanda er það að ég er með blöðrulömun og síðast þegar ég fór á Góðstöðvarnar þá var pissuklefið þarna. Núna borgar maður fyrir að leggja þarna og arka þarna en það er engin pissuklefi.
Þannig að ég fór ópissuð af stað og það kemur bara í baki á mér. En ég er búin að vinna mig út úr því vonandi í dag. Venjulega gengur þetta yfir á 2-3 dögum þessa dagana. Og ég svo sem veit ekki hvað er í gangi. Ég var í þar síðustu viku hjá taugalækninum mínum að monta mig ægilega að því hvað ég væri búin að vera ógeðslega í góðum málum. Svo í síðustu viku þá fæ ég líka með skemmta á jafnvægistöðin og ég fæ svona rosalegt ruglukast að já, og þriðjudaginn síðast að við ætluðum þá að fara upp á gosinu. Ég var bara að hætta við það því ég lá bara í holinu fyrst í klukkutíma á gólfinu og svo í klukkutíminn og baðið þegar mann er alveg ógeðslega óglatt. Þetta er bara svona eins og við séum búin að drekka allt og mikið áfengi og allt hringsnýst og þetta eru ekki kristallar í eyrunum en eitt svoleiðis. Ég hef líka fengið það og það er bara piece of cake með þetta. Og svo náði ég að skríða upp í rúm í 2 tíma og þrátt fyrir að væri verið að vinna með höggbor og slípur okkur utan á húsinu þá bara náði ég loksins að sofna og var svo mun betri þegar ég vaknaði 2 tímum seinna. Eða svona, já, 2-3 tímum seinna. Þannig að þetta er búið að vera svona, það borgar sig ekki að stæra svo mikið af góðri heilsu, þá gerist eitthvað svona. En, þetta er bara partur af mínu prógrami og ástæða fyrir því að ég er í fullri vinnu við þetta. Nú, þannig að núna bara, þú veist, vona ég að verði ekki eitthvað svona allt það þrennt dæmi. Það er bara, ég vona bara að ég ná að hrista þetta að mér í dag svo ég geti farið í mína rútínu aftur á morgun. Og líka það, því nú erum við að fara svona kannski að detta í ferðalögin að þá ætla ég ekkert að lofa því að ég verði hérna aftur eftir 2 vikur eitthvað. Ég ætla bara að mæta hérna þegar ég hef eitthvað til þess að sýna og er í stuði og er heima og það er ekki eitthvað bilulæti hérna utan á húsinu. Það verður fjör þessa vikuna þeir eru sérst að klára jarðhæðina hérna portið vonandi í dag og svo fara þær að koma hérna á miðvikudaginn, komaði með liftara og þá byrja þær á minni hæð ásækja þeir eru svona komnir aðeins upp í hana og svo risið þannig en vonandi klárast þetta bara í vikunni þessi læti svo verður háþrýstið þegið múr og laga steypuskemmdir og húsi múrað og svo málað þannig að vonandi eftir þessa viku eða svona miðja næstu viku verður mestu háaðin búin. Ég var alvarlega að spá ég að fara bara með tjaldvagnin hérna út á tjaldstæði og tjaldanum og vera þar bara. En nei, maður fær sér bara eyrnatappa eða headphonea og setur á góða sögu eða gott podcast eða eitthvað og dílar bara þannig við þetta. Þetta er alveg þessi virði. Húsið verður æðislegt í haust. En já, eins og ég segi, ég ætla, er það ekki að grínast? Jú, ég held að upptakan hefði klikkað maður. Shit, hvað ég fraus. Já. En ég bara óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnu vikuna og við sjáumst einhvern tímann í sumar. Takk fyrir og bless bless.